Komið sæl, Birgir Þór heit ég fyrir að horfa á Motorsport. Efni þáttarins í dag, fjórða og síðasta umferð Íslandsmótsins í torfæru sem framfór á Hellu í septembermánuði og sjötta og síðasta umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru sem framfór á sama stað en daginn eftir í aðeins verra veðri. Staðan þegar að ein umferð var eftir í Íslandsmótinu, Gunnar Gunnarsson var efstur með fullt úr stiga, 30 stig. Ólafur Bragi Jónsson í öðru sæti með 22 stig og sá eini sem raunverulega gat ógnað Gunnari. Til þess þurfti Ólafur Bragi að ná sigri en koma Gunnari niður í 9. sæti. Hann þurfti á hjálp frá öðrum keppendum eins og til dæmis Leo Viðar Björnssyni. Við erum hér í fyrstu braut. Keppni var haldin af Flugborgarsveitinni á Hellu eins og áður á þessum stað. Þeir fengu aðstoð frá Sindra. Bjarki Reynisson. Munnar hér hæstlu mun. 230 stig, Sigurður Þór Jónsson. Og þessi fjórða umferð Íslandsmótsins var jafnframt 5. umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru. Fyrstu tvær fóru fram í Kangasala í Finnlandi og næstu tvær, fjórða umferðin í Skien í Noregi. Það voru mættir keppendur frá Noregi í Svíþjóð til þess að taka þátt í heimsbikarkeppninni en við erum að fylgjast hér með Íslandsmótinu. Þetta væntanlega Vignisson. Tveir keppendur skráð til leiks á þessum bíl. Gunnar Gunnarsson, Vignir skoraði 210 stig. Já, Gunnar upp 350 stig og er þar með í toppslagnum. Eyjólfur Skúlason. Smá mistök hér og Eyjólfur fær nú ekki mörg stig, 210. Daniel Ingimundarson fær eins og 240 stig og á bíl númer 23 Kristján Ástad í götubílaflokki. Ekki gekk þetta. Kristján fekk aðeins 210 stig. Og hér á bíl númer 2, Geir Haug frá Noregi og þá er það Ólafur Bragi Jónsson sem er í slag við Gunnar Gunnarsson. Gunnar fór upp og það gerir Ólafur Bragi líka, 350 stig. Ragnar Róbertsson, konungur í götubílaflokki. Þetta liggur vel fyrir honum að taka þátt í torfæru, 350 stig. Og þá er það Finn Erik Løberg frá Noregi. Er með stefnuna á heimsbikartitilinn við frábæran árangur þar sem af er sumars. Og á gamla bílnum hans Haraldar Péturssonar er Benedikt Eiríksson mættur. Gaman að sjá þennan bíl aftur í keppni, já, 350 stig fyrir lengdina, að vísum 20 refsistig. Hans Maggi frá Svíþjóð og Sofía Skolinborg frá Svíþjóð með stefnu á heimsbikartitil í götubílaflokki. En hún lendir í vandræðum hér í fyrstu braut. Eins og heyra má er hljóðið ekki alveg eins og það á að vera í bílvél. Það var brotinn hjá henni rokkerarmur og hún var að draga sig í hlé á þessum degi. Karl Jónsson. Þetta kostar penning að... Nei, kostar stig að bakka. Og ekki fer hann upp. Karl með 160 stig. Og Ellingur Klemensson sem við kannski séð of lítið af í sumar. Ekki fer hann upp og Guðlaugur Helgason frá Egilsstöðum. Nei.
á bíl númer 13 Sigurjón Leifsson staðan að lokinni fyrstu braut. Leó Viðar Björnsson, Gunnar Gunnarsson, Ólafur Bragi Jónsson, Ragnar Róbertsson og Finn-Erik Löfberg allir með 350 stig. Benedikt Eiríksson í 7. sæti með 330 stig. Allir keppendur fengu 350 stig í braut númer 2. En við erum komin í braut númer 3 þar sem að flestir keppendur voru búin að fara þessa braut til enda refsilaust. Þetta er Leó Viðar Björnsson. Sem að eiginlega stimpla sig út úr toppbaráttunni hérna. Já. Og í 4. braut þá var sömu sögu að segja eins og í fyrstu brautunum að keppendur voru að fara alla leið og fá 350 stig en Bjarka verða á hér mistök og þar með var hann úr toppslagnum og eftir voru 2 brautir sem báðar voru tímabrautir. Þetta er Ólafur Bragi Jónsson í þeirri fyrri. Ég hef sagt það áður, tímaspursmál hvenær hann nær sínum fyrsta sigri. Það er gríðarlegt álag á bílana í tímabrautum, mikið af höggum og það er álag á drifbúnað þegar að bílar lenda eftir stökk. Og Ólafur Bragi nær frábærum tíma 30 sekúndum að sækja ætlaði að segja og það reyndist besti tími í brautinni. Finn-Erik Löfberg. Ólafur Bragi að sjálfsögðu í slag við Gunnar Gunnarsson Íslandsmeistaratitilinn. Staða Ólafs Braga góð en hann þarf hins vegar á því að halda að Gunnar Gunnarsson gerir einhver stórkostleg mistök hér í 2 síðustu brautunum svo að hann falli nú niður í 9. sæti og fá ekki stig. Má reyndar að lenda í 8. sæti og fá 1 stig. Finn-Erik Löfberg með 5. besta tíma 33:48. Benedikt Eiríksson. Og Benedikt náði öðrum besta tíma 32:06. Sigurþór Jónsson jafnar tíman 32:06, þá er það Gunnar Gunnarsson. Var í forystu fyrir þessa braut, besti tími gefið 350 stig. Gunnar nær 4. besta tíma 32:16, farið fyrir það 338 stig. Og það hellirigndi síðdegis á laugardegi í talsverðum vindi þegar að komið var hér að síðustu brautinni. Gunnar Gunnarsson leiddi með 1738 stig. Sjáum að Benedikt Eiríksson er í 4. sæti aðeins 39 stigum þar á eftir, þannig að það er mjótt á munum. Og aðeins ein braut eftir, tímabrautin. Ragnar Róbertsson með örugga forystu í götubílaflokki. Tekur ekki alveg áhættuna af því að fara þarna niður. Ána vill heldur vera upp á bakkanum. Og klárar þetta með stæl, 3. besti tími og hann tryggir sér 3. sætið í keppninni og að sjálfsögðu sigur í götubílaflokki. Í öðru sæti þar var Karl Viðar Jónsson og Bjarki Reynsson í 3. sæti. Þetta er Finn-Erik Löfberg. Þetta er síðasta brautin í 5. umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru. Og Finn-Erik Löfberg stoppar hér og fer ekki lengra og hann hafnaði í 4. sæti. En nánast öruggur heimsbikartitilinn var Benedikt Eiríksson. Og eins og Ásgeir Jamil Allansson hér árið þá tínir hann hér hjóli. En hann tínir líka stefnunni, hann hittir ekki þarna á hlið.
En Áorður er hins vegar ánægður með það að hann hélt áfram. Á 3 hjólum. Eftir 2 metrar í markið. Benedikt sennilega ekki meðvitaður það að hann var aðeins á 3 þegar hann stoppar hér. Hann var svo sem út úr braut fyrr í þessari þraut. Gunnar Gunnarsson tekur enga áhættu hér, fer stutta leið. Þar með græðist tími. Leggur bílinn síðan til þess að fara upp á eyrina hér til þess að vera með grip. Hefur hraðan, hefur aflið og klárar þetta með stæl. Fyrsti tími, besti tími, 25:46. Það var heilum 9 sekúndur betri tíma heldur en næst besti tími og það gefur dálítið mörg stig umfram annan besta tíma. Gunnar Gunnarsson fekk 350 stig meðan að Ólafur Bragi sem náði öðrum besta tíma fekk hans 253 stig í þessari braut. Það dugði Ólafur Braga til þess að ná öðru sætinu. Eins og sagði áðan, Ragnar Róbertsson var 3. en úrslit í Íslandsmótinu 2007 liggja þar með fyrir. Gunnar Gunnarsson sigraði með fullt og stiga, 40 stig. Ólafur Bragi Jónsson var í öðru sæti og Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti. Ragnar Róbertsson sigraði í götubílaflokki, hlaut 40 stig þar. Frábær árangur hjá Ragnari sem hefur drottnað í þeim flokki töluverðan tíma. Og þá var það 5. umferð heimsbikarkeppninnar, 7. umferð ætla ég nú að segja, sem fram fór daginn eftir á sama stað en í þurru og frekar ógeðslegu veðri. Tími okkar er takmarkaður. Við mætum til leiks í 3. braut. Fyrstu 2 brautir voru að gefa mönnum 350 stig. Flest öllum. Leó Viðar Björnsson. Það vantar sára lítið upp á að hann fari hér upp í 3. braut. Leó Viðar aðeins 230 stig. Ólafur Helgason var í forystunni eftir 2 brautir með 700 stig. Ásamt Gunnar Gunnarssoni og Finn Erik Lufberg. Og hann fagnar með höndunum. Kristján Ástad sem var í 5. sæti yfir heildina eftir fyrstu 2 brautirnar. Þetta er vonlaust. Það er þó að hanga inni í brautinni. Eins og sjá má mikið ryk í loftinu. Rykið gerði helst áhorfendum og starfsmönnum erfitt vik. Keppendur voru allir með sína hjálma og höfðu þá lokaða. Gunnar Gunnarsson. Kristján Ástad með 210 stig fyrir lengdina, 140 refsistig, aðeins 70 stig. Það var ekkert bakk hérna hjá Gunnari. Aðeins búinn að tapa 20 stigum. Lítur vel út. Nei.
Nei, þetta er aðeins 210 stig fyrir lengdina, 190 stig. Og Gunnar í 7. sæti, Benedikt Eiríksson. Var í 11. sæti fyrir þessa braut en brílar upp í það 5. Finnur Glöberg var með fullt úr stiga, 700 stig eftir fyrstu 2 brautirnar. Guðlaugur Helgason skoraði 350 stig en refsingarnar voru 30 stig. Finnur Glöberg upp á fyrir hann og aðeins 10 refsistig og hann tekur þar með forystuna. Erlingur Klemensson upp á fyrir hann og upp í 4. sætið. Ólafur Bragi Jónsson var aðeins með 600 stig og 100 stigum frá 1. sætinu fyrir þessa braut en gerir vel hér að vísu 120 refsistig. Hann er í 9. sæti með 830 stig. Þetta er Sigurður Þór Jónsson. Í 3. sæti eftir 3 brautir Finnur Glöberg efstur með 1040 stig, 20 stigum þar á eftir Guðlaugur Helgason. Sigurður Þór í 3. Erlingur Klemensson í 4. Benedikt Eiríksson í 5. Gunnar Gunnarsson í 7. Leinikeppandinn reyndist vera Ásgeir Jamil Allansson í 7. sæti. Eyjólfur Skúlason í 8. sæti. Og við förum í 4. braut sem var tímabraut og þetta er Guðlaugur Helgason. Það þarf að klára tímabrautina til þess að fá stig. Ég held að megi lesa úr þessu að Guðlaugur Helgason er ekki búinn með tímabrautina. Og hann fellur niður í 4. sæti. Gunnar Gunnarsson nær öðrum besta tíma í tímabrautinni. Þetta er 4. braut af 6 og Gunnar fer þar með upp í 2. sætið. Ólafur Bragi náði besta tímanum og komst upp í 3. sæti. Finnur Glöberg var áfram í forystu eftir þessa braut og Sofía Skólenborg var hér að tryggja sér heimsbikartitilinn í götubílaflokki. Og staðan þegar að 2 brautir voru eftir. Finnur Glöberg með 1207 stig, Gunnar Gunnarsson með 1166, Ólafur Bragi Jónsson 16 stigum þar á eftir og Guðlaugur Helgason í 4. sæti með 1070 stig, Benedikt Eiríksson í 5. sæti með 1050 stig. Og það var aftur áinn. Það er Gunnar Gunnarsson. Vel út hjá Gunnari, tíminn góður. En svo hikst bíllinn og Gunnar drepur á og það tók hann talsvert langan tíma að koma bílnum í gang og hann náði aðeins 11. besta tíma, fékk aðeins 150 stig og féll niður í 3. sæti. Benedikt Eiríksson með 4 hjólund bílnum. Náði 7. besta tíma, 1:21:68 var hans tími í brautinni á meðan að Gunnar var heila 2 mínútur að klára þetta. Og Benedikt hér í 5. sæti. Það var að Finnur Glöberg og honum gengur betur að þessu sinni.
stoppa út í miðri á í keppninni sem var deginum áður og Finn-Erik Løberg heldur fyrsta sætinu, náði besta tímanum í þessari tímabraut. Ólafur Bragi Jónsson náði þriðja besta tíma og er kominn upp í annað sætið. En Mýrin er eftir og Sigurður Þór Jónsson náði öðrum besta tíma í tímabrautinni. Náði hins vegar aðeins 282 stigum. Tæpum 70 stigum minna heldur en Finn-Erik Løberg sem að er öruggur í fyrsta sætinu. Er með 1557 stigum móti 1375 stigum Ólafs Braga Jónssonar. Gunnar Gunnarsson í þriðja sæti, Sigurður Þór Jónsson í fjórða, Benedikt Eiríksson í fimmta og Guðlaugur Helgason féll niður í sjötta sæti. Síðasta braut, Gunnar Gunnarsson. Dregin til að halla, sólin lágt á lofti og hann þarf að aka beint á móti sólu til að byrja með í Mýrinni. En það er eitthvað ekki réttur gangur í bílnum hjá Gunnari. Og reglan er nú svo að ef menn stoppa einu sinni þá komast menn ekkert áfram aftur. Og það var reyndin með Gunnar. Hann skoraði aðeins 50 stig í þessari braut og féll niður í 5. sætið í keppninni. Ólafur Bragi Jónsson fór skemur en Gunnar, en samt nógu langt til þess að ná í jafnmörg stig, 50 stig. Það fást 25 stig fyrir að leggja staðibrautina og síðan fyrir hvern fjórðung sem að menn byrja að fá menn 25 stig í viðbót. Þetta er Guðlaugur Helgason. Fram tíma í fyrsta sæti, féll niður í sjötta sæti í næst síðustu brautinni, en er á góðri siglingu hér í Mýrinni. Það er stutt eftir og full ástæða til þess að lyfta höndum og fagna. Guðlaugur Helgason stekkur hér upp í þriðja sæti, 1425 stig. Benedikt Eiríksson á þessari bifreið sem Haraldur Pétursson smíðaði á sínum tíma. Hann er hér öðru sæti í þessari keppni. Frábær árangur hjá Benedikt. En það er Finn-Erik Løberg sem var kominn með góða forystu fyrir síðustu braut. Svo góða að hann þurfti ekki á öllum stigunum að halda til þess að ná sigri. Var með 200 stiga forskot þegar lagt var af stað í brautina og þó að hann fengi ekki nema 50 stig fyrir þessa braut þá var það honum ekki ógnað. Hann sigraði að þessu sinni með 1607 stig, eitthvað sem Íslendingar með ekki láta koma fyrir aftur. Svona nánast eins og að tapa fyrir Dönum 3-0 í gærkvöldi, að sigra ekki í torfærukeppni á Hellu. Finn-Erik Løberg, heimsbikarmeistari í torfæru, sigurvegari hér í sjöttu og síðustu umferðinni. Benedikt Eiríksson var þarna í öðru sæti. Birgir Þór ætlar að kveðja að sinni. Þessu er lokið á þessu ári.